elska okkar til Guðs. Það er það sem við ætlum að ræða í dag. Yes sir. Og Biblían er stútfull af referensum hvernig þetta á að líta út. Yep. Og eitt tilfelli þar sem að þetta kemur fram er í Lúkasi 10:27. Þar stendur mjög skýrt: elska skaltu drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum, og öllum huga þínum. Þannig að bara við eigum að leggja okkur öll í þetta. Já. Gefa 110%, eins og einhver sagði. Og þetta eru mjög skýr og æðsta boðorðið á mati Jesú, sem að ef maður fylgir þessu þá er maður eiginlega svolítið að fylgja öllum hinnum líka. Svoleiðis. Lögmáli felst í því að elska Guð, en við ætlum að þótt að þetta sé, við ættum kannski frekar að stíðast við þessa flokka innan gæsalappa, hug, sál, hjörta, máttur og allt þetta. Þá ætlum við að stíðast við hjarta, hugur og hendur. Já. Í þetta skipti. Og tala svolítið svona okkar innri mann og þrá og hvernig hugsunarhátturinn okkar er líka og verkin okkar, hvernig við elskum Guð svoleiðis. Hvernig það birtist í verkum. Og þótt að standardinn sé mjög hár á það hvað ætlast til af þeim sem fylgja Jesú, hvernig þeir ætti að elska, þá gefur hann okkur líka mjög mikla náð og fyrirgefningu þegar okkur mistekst og styrk til þess að taka okkur á. Hjartað, ég var að lesa eftir er að lesa bók, svona hugaukibók eftir Øyvind Andersen sem er normaður og var upp á síðustu öld, og hann talar það að hjartað réttilega er bara svona innsti punkturinn í sálinni, eða innsti punkturinn í hverju það er, persónuleikans. Og ef við ætlum að einfalda það, þá getum við sagt að það sé bara stað eða þrár okkar og vilji. Hefur líka með kannski huga að gera á þetta overlappar og við höfum svo sem ekkert stúdera það eitthvað allt djúpt, en í grunninn þá er það innsti punkturinn okkar, hvað við þráum og hvað við viljum. Já, akkurat. Og það er saga sem kemur mér í huga í Guðsfalli, þar sem að María og Marta, vinkonur Jesú, eiga samskipti við Jesú, og stuttumáli þá er það svoleiðis að Marta er að stúsast í eldhúsinu og undirbúa mat og gera til og græja allt. En María bara situr við fætur Jesú og hlusta á hann og spjalla. Og Marta, hún kvarstar í Jesú yfir Maríu og biður hann að biðja Maríu að hjálpa sér. En Jesú segir, neða, María actually bara að velja það sem er betra. Já. Hann var ekki að, það er frábært við ættum að þjóna Guði og gera verk og vera dugleg, en fyrst kemur hjartað. Akkurat. Fyrst er að þrá okkar eftir Guði, og það sem að kannski var svona rótin að okkur María vildi bara sitja og hlusta á Jesú. Og þannig ákveðið, hún vildi elska hann. Og þannig ákveðið birtingamynd á því, hvenar er það við hæfi að vera Marta og hvenar er það við hæfi að vera María. Já. Að vissulega er það mjög heilbrigt að vera með drifkraftin að vilja þjóna, vilja gera og græja, skilur. Já. En stundum þarf maður líka bara að setjast niður og bara fylla á sig. Já. Bara vera frammi fyrir Guði og bara vera ekki kontributa neitt í rauninni. Og við sjáum það líka svolítið í Davíð, svona mest talaða konung Ísraels, þótt hann hafi verið að einhverju leyti spilltur og bara gert slæma hluti sem að hann pottið sá mjög mikið eftir, en þá var hann líka með hjarta fyrir Guði. Já. Ég held að það hafi verið Ágústínus, einhver af kirkjuferðunum, sem að tala það við erum sköpuð fyrir þig Guð, og hjörta okkar eru óró þangað til að finna þig og hvílast í þér. Gott. Mér finnst það mjög gott, þegar við þurfum Guð til að fylla okkar, og það var það sem að leiddi Davíð til dæmis aftur og aftur að Guði, því að það var það sem að hann sem að Davíð þráði. Akkurat. En það er bara byrjun. Það er bara byrjun. En ultimately grunnurinn, eins og þú sagðir, að hjartað er okkar innsta og frá, eins og stendur einhvers staðar, að verndaðu hjartað þetta, því það er uppsvörta lífsins. En hugarfar er líka algjörlega krúsjál. Þegar það stýrir okkur. Og við þurfum að algjörlega tengja hug og hjarta saman í þessu. Og Biblían er hún talar það að við getum hort mikið til Jesús sjálfs þegar kemur að hugarfari og sérstaklega svona forgangsröðun og bara hvernig við
hvernig við högum hugsunum okkar. Og það líka talað að binda hverja hugsun til hlýðni við Krist. Og það er talað það að vera með sama hugarfari og Jesús Kristur var, þú veist, það endalaust talað þetta. En grunnurinn af þessu öllu saman það er svo mikilvægt að hleypa Guði inn í okkar hugarfar og að vera með hugarfar sem er byggt á orðinu og byggt á Guði. Ég held að það sé mjög stórt atriði því að elska Guð á huganum okkar, bara samþykja orð Guðs. Akkurat, bara samþykja. Bara taka þetta inn og hugleiða, það er talað það að hugleiða orðið og mér finnst rosalega góð svona myndlíking sem ég man ekki hvort þau eru biblíunni eða annars staðar, að bara tyggja á orðinu. Þú veist, að bara svona japla á því. Svolítið svona eins og þegar maður leggst á kottan á kvöldin og maður getur ekki hægt að hugsa eitthvað. Það er svolítið hvernig það er að hugleiða að einhverju leyti. Já, akkurat. Það hugleiðsla er ekki endilega einhverju að verða að fara með einhverja möntru eða að ferja eitthvað ástand, skilur. Kristin hugleiðsla er bara skilja hluti og meðtaka og tileinka sér þá. Og líka bara vera með þetta hugarfar, þú veist, þegar þú ert í kringustæðum og ert að velta fyrir þér hvernig þú er að bregðast við, hvað þú er að gera. Að bara, þú veist, hvað myndi Jesús gera í þessum aðstæðum? Bara þetta klassiska, what would Jesus do? Yes. Og líka að muna það að hann er alltaf með okkur. Þetta er ekki bara hypothetical spurning, hann er líka með okkur í þessu. Og þá kemur ákveðin svona grunnur af bara kjark sem að við getum alltaf treyst á. Og eins og að tölum í þætti númer 2, þá er ást ekki sönn ást ef að hún birtist ekki í verkum. Þess vegna tölum hendur sem bara eitthvað verklegt, eitthvað praktíst. Og þegar öll er á botninn hvolft þá birtist ást okkar til Guðs í því að við hlýðum honum. Hlýðni er mjög miðlæg í kristni. Hún er ekki það sem við gerum til þess að vinna okkur inn ást Guðs, en hún er það sem við gerum af því að hann elskar okkur. Og ekki síður af því að við elskum hann. Og það getur verið trikki fyrir mig að muna þetta og lifa þetta út. En bara eins og Jesús talar í Jóhannes 14:15 undir lok starfsins og við síðustu kvöldmáltíðina segir hann við lærisveinana sína: ef þér elski mig munu þér halda boð mín. Það er þér. Held hann hafi ekki talað í þérun, en ef þið elski mig, ekki ef þið hlýðið mér, þá elskið þið mig. Kannski einhverju leyti, jú, en í grunninn, ef þú elskar, þá myndu hlýða. Og mér finnst það rosalega gott að hafa það í huga. Ef ég elska Guð, jú, það hefst að ég þrá hann og ég hugsa eins og hann og sé hlutin eins og hann. En það birtist í því að ég geri og framkomi góðleina, eins og við tölum Já, akkurat. Geri verk kærleika. Og það birtist svona, ætlum að tala praktíst, sem að er mjög mikilvægt og kannski stór hluti af boðskapnum hjá okkur að við viljum tileinka okkur orð Guðs, bæði, í þessu innra og hérna ytra líka, en praktíst þá birtist ást okkar til Guðs mjög mikið í því hvernig við elskum fólk. Það er kennsla Biblíunnar. Þess vegna ætlum við að tileinka næstu seríu, næstu viku í 5 þætti náungakærleikann. Kærleikan lárétt ef þessi sería var kærleikur lóðrétt. En fyrst ætlum við að hoppa í niðurstöðu, taka saman það sem við höfum talað í þessari seríu, svo kíkjum við í náungakærleikann.